Já, komið þið sæl. Hér eru reynsluboltarnir innlegg mitt í Rauðaborðið í kvöld. Hjá mér eru góðu gestir, Álfheiður Ingadóttir, Oddný Harðardóttir og Kristín Ásgeirsdóttir. Áður en við settum sér inn við Rauðaborðið, að þá vorum við að tala svolítið með Reykjavíkurflugvöll og þetta atvik sem var þarna, náttúrulega nefhjól dettur af flugvél og lendir á Austurvelli rétt við þinghúsið. Þetta ekki eitthvað sem að bera að taka alvarlega og getur verið stærri hlutur en nefhjól? Ekki bara það eru bara 2-3 dagar síðan það var hér stór flugsýning og það er alveg jafn mikill skandall. Þar sem það var verið að leika sér yfir höfðum borgarbúa og höfuðborgarbúa með alls konar flugför. Og ég bara, mér finnst í fyrsta lagi það í að ekki að leyfa flugsýningar. Mér finnst ekki þegar að leyfa aðflug eins og gert yfir miðborginni inn á norður-suðurbrautina. Og ef þessi flugvöllur á að standa eitthvað áfram þá þarf að loka þeirri braut fyrir aðflugi og setja úr þessar átt og setja þetta bara út í sjó á austur-vesturbrautina. Já, já. Eða bara fara með flugið eitthvað annað. Já, já. En er þetta ekki svona merkjum að þetta er hættulegt? Jú, og það náttúrulega sér hver maður að þetta er bara hættulegt og við höfum bara verið heppin hingað til, en þetta er svona viðverin og ljós. Já, já. Ég lagði nú einhvern tíma fram þingsályktunartillögu að samgönguráðherra yrði falið að kanna kosti þess að flytja innanlandsflugi til Keflavíkur. Já. Það hefur nefnilega ekki verið gert og þegar að Hvassahraun varð ofan á sínum tíma, þá var Keflavíkurflugvöllur ekki með í matinu. Ég held að það sé sannarlega ástæði til þess að meta það. Já. Og það er eðlilegt að mínum mati að allt flug á suðvesturhorninu fari bara Keflavíkurflugvöll. Já. Ég tek bara undir það sem þær segja, sko, að þetta er, við höfum í rauninni verið bara ótrúlega heppin. Já, sko, þessar vélarnar þruma hérna yfir okkur á hverjum einasta degi og eina slisi sem að ég man eftir, það var tölvöld langt síðan, 88. Já, vélinn sem fór alveg rann sko út af hérna brautinni. Já, ég var sjónavörður. Njarðargötu. Já, og eflaust hafa verið einhver svona minni óhöpp, sko. Og svo er allt þetta þyrluflug og engavélarnar, sko, þetta er algjörlega ofan í byggðinni. Og þetta er auðvitað ekki forsvaranlegt og mér langar nú bara að rifja það upp að þegar við buðum fram kvennaframboðið 1982 að þá var það á stefnuskráni að flytja flugvöllin 82, sko, það eru 43 ár síðan og það er allt, sko, þetta tekur alltaf svo langan tíma og það er auðvitað er þetta rosalega þægilegt fyrir fólk sem er að koma utan að landi en það verður auðvitað að meta, sko, hættuna kost og galla og gallarnir eru náttúrulega mjög áþreifanlegir og sýnilegir. Já. Meira segja að tala sko norður-suðurbrautin, það liggur við þegar sko koma norðan flugtellendingar að það fljúga rétt yfir bensínstöð. Sko. Já. Við við endan á flugbrautinu er bensínstöð. Já, stór bensínstöð, sko. Það sko, ég held að á undanförnum árum að þá hefur verið dregið úr ákveðinni flugumferð á Reykjavíkurflugvelli, æfinga og kennsluflugið á að heita vera farið í burtu, ferjuflugið á að heita vera farið í burtu, millilandaflugið er farið í burtu, nema kannski einstaka Færeyja eða Grænlandsflug þannig stendur á. Erlendi gestir, sko, eitthvað. En síðan kemur privatflugið. Það sem hefur aukist er í rauninni annars vegar þyrlutúrisminn sem að ég bjó undir norður-suðurbrautinni í 40 ár á Fjólugötu og ég gat vinkað þeim upp í flugstjórnarklefa. Þetta er ekki boðlegt, þetta er alltof nálagt, þetta er líka óþægilegt. Þetta er ekki bara þannig að maður finn ekki fyrir sem maður veit af flugfarinu yfir höfðun á sér. En ekki, sko, þetta er ekki bara hljóðmengun. Þetta er hljóðmengun, þetta er ótti, þetta er líka bara efnamengun þegar verið að afvísa vélarnar og líka bara bensín, eldsneytis, flutningar og annað. Að það er bara útblásturinn. Útblásturinn líka, já. En ef við
sko getum ekki sett hraðlest til Keflavíkur þegar við erum með 3 milljónir túrista. Hvenær getum við þá gert það? Skiljið. Mér finnst einhvern veginn vanta eitthvað samhengi í þetta að mér finnst bara, ég tek alveg undir með Oddnýju að Keflavíkurflugvöllur þarna og það væri mjög gott ef að það hægt að búa til greiðar og góðar samgöngur við höfuðborgarsvæði. Það hægt að gera það með hraðlest. Þetta gera aðra þjóðir. En þá koma flugvallavinir og segja að Reykjavíkurflugvöllur varaflugvöllur. Hann ekkert varaflugvöllur, það rangt. Vegna þess að varaflugvöllur flugvöllur sem á öðru veðursvæði. Varaflugvöllur fyrir Keflavík sko Egilsstaðir. En ekki Reykjavík. Þetta nákvæmlega sömu veður. Ef það þarf að loka Keflavík út af veðri, þá ekki hægt að lenda í Reykjavík. Nei, og síðan, en við þurfum, þó það væri langbest að hafa hraðlest, að þá getum við byrjað á að hafa almennissamgöngur til og frá Keflavíkurflugvelli. Sem ætti að vera sko fljótlegt að gera sko. Já, það ekkert mál að gera, viljinn fyrir hendi sko. Já. En hvað segir þú með flugvellina á Miðnesheiði? Þetta við vorum að tala mengun, hér hefur það verið mælt þar, það nú ekkert langt frá byggð, það byggð þarna allt í kring. Sko það hefur verið kallað eftir því að vatnsbólin verði rannsökuð og þegar það átti nú að rannsaka á sínum tíma eftir herinn náttúrulega mengaði mjög mikið og skildi eftir alls konar dót sem að mengaði vatnsbólin en herinn borgaði fyrir nýja leiðslu út í nýtt vatnsból við Svartsengi eða þar umkring. Þannig að umræðan þá datt niður. En hins vegar það sann staðreind og það sýna tölur að krabbamenn algengar á Suðurnesjum. Taugasjúkdómar eins og MS eru algengar á Suðurnesjum heldur en á öðrum stöðum. En þetta hefur aldrei verið skoðað nákvæmlega. Hvað af þessu út af því að herinn var þarna og skildi eftir sig mengun og hvað af þessu bara út af flugvöllinum. Það ætti þá að vera svona svipað í nágrenni þessa alþjóðaflugvallar eins og á öðrum stöðum í útlöndum en þetta hefur bara ekki verið skoðað nægilega vel. Kannski ræðsla við niðurstöðuna eða hvað? Það má vera. Vill kannski ekki vita sannleikann? En það hefur verið lögð nokkur sinnum fram þingsályktun að þetta verið skoðað sérstaklega. Suðurnesja þingmenn voru nú bara á síðasta þingi ef ég man rétt saman á slíkri tillögu. En það hefur ekki bara náð fram að ganga. Þetta bara í það verið að sína og frumsýna svona stuttmynd heimildamynd bóndan í Hvalfirði. Ekki Ragnheiður sem að sko búin að vera að berjast þar við sko álverið og sko vegna sjúkdóma í hestunum sko ég veit ekki hversu sko óratíma sko og það ekki tekið mark á fólki, það ekki hlustað og það bara alltaf verið að ýta vandamálunum á undan sér og svo sitja bara einstaklingarnir í súpunni. Og þetta svolítið svipað sko, bara íta þessu neini bara... Hún búin að vera í þessu baráttu bara í mörg ár. Já, áratugi. Ég hef stundu þegar ég hef verið að tala þetta, að þá þurfum við að horfa á þetta svæði sérstaklega og telja upp þessar tölfræði. Þá mér sýnt sko tölfræði að Suðurnesjum er Reykjum meir en aðri landsmenn. Já. Og þá einhvern veginn málið dött, en það voruð þetta ekki að stoppa þarna. Sko. Nei, en það nú bara, Reykingar bara mjög fátíðarorðið, þannig að nákvæmlega. Ábyggilega all land, sko. Ekki síður og... Það eru helst, sko, erlendir... Ég veit það, Það sem fólk sem kemur frá löndum, það sem ennþá reykt mjög mikið í miður. Þó við okkur tekist að uppræta reykingar, þá það rétti að ræða. Við erum alveg gáttu þegar við sjáum einhverja menn út að vinna með síkart í munnunum. Sterpur, en Alþingi þú vildir að tala play? Ég vil tala play. Já, hvað er tala play? Nei, bara það, sko, enn einu sinni. Ég hef sko ekki töl á því. Sko, þá er stofnað svona flugfélag sem greinilega ekki grundvöllur fyrir og við höfum alveg röðina sko, Arnarflug og svona Vá og þegar þessi fyrirtæki falla sko, þá draga þau svoleiðis
sko aðra með sér í fallinu upp á 100 miljónir eða ég veit ekki að milljarða sennilega og það sem að sló mig svo mikið í þessum fréttum sko var það lífeyrissjóðirnir það var verið að fjárfesta í þessu fyrirtæki og sko lífeyrissjóðirnir sem að sko geima sparifé landsmanna og eiga að fara varlega. Men þetta svo mikill áhætturekstur og það bara sjá það allir og vita. Hvernig bara sko dettur mönnum í hug vakna þá spurningan stjórnir lífeyrissjóðanna hverjir sitja þar og hvernig eru ákvarðanir teknar. Lífeyrissjóðurinn minn var stóri hérna kísilverksmiðjunni í Helguvík. Já. Og hvað menn að falla fyrir svona... Hvernig, sko, látið peningi minn í friði, ekki fara með einhverja vittleysu, sko. Ég þarf að nota þetta. En svo, það verður náttúrulega, sko, lífeyrissjóðirnir þeir með ekki fjárfesta nema í innlendum bréfum og félögum. Já. Þannig að þeim sko, þeim vald á höndum og ég verður að segja með þetta play, ég náttúrulega þekki alls ekki þess að sögu, ef ekkert sett mig inn í þetta, nema að þegar að þeir allt í einu sko margfölduðu sig í stærð og fóru að fljúga til Bandaríkjana, fóru að fljúga til Ameríku, þá hugsaðum við, nú fara þeir að falla. Og nú svo komið að þeir ætla að stroka það flug út, þeir ætla að fækka flugulegu hér og þeir ætla að fækka lendingarstöðum í Evrópu líka og flytja lendingarleifin frá Ísland. Til völdu, það ekki svolítið svona líka upp á starfsfólki að gera? Jú, lækka launin. Þau segja að þessi nýji kjarasamningur sem voru að gera muni gilda og það muni, íslenskur vinnuréttur muni. Já, við sjáum hvað verður. Já, við sjáum hvað setur, sko. Við sjáum hvað setur. En þetta en sko samkeppni í flugi hér, það sko... Þetta svo lítill markaður. Já, þetta lítill markaður, en það samt sem áður held ég mjög mikilvægt að reyna að halda uppi einhverju samkeppni, en hvort það á að vera íslenskt. Hún kemur að utan. Hún kemur sem betur fyrir heilmikið samkeppni. Já, það alveg, sko, það eru mörg flugfélög sem flúin. Rökin fyrir Play og Vá og Arnarflug og þessu hafa verið sko samkeppni við Icelandair en eða flugleiðir. En það engin rök í sjálfum sér, sko. Svo bara spenna með bogan og hátt. Já. Hvað segir þið, fylgist þið með þinginu? Já, svona lauslega. Ég ætla að horfa á umræðunar. Já, og þetta svolítið, sko, ég hef nú verið svolítið í útlöndum, svona undanfarið, en hef auðvitað bara fylgst með fréttum, en þetta sko, ég held að þetta þing sé alveg einstakt. Á þeim tíma sem ég var að þingja allavega, þá gerðist þetta aldrei. Stjórnarandstaðan þegar við Álfheiður vorum í ríkisstjórn var náttúrulega hún var náttúrulega brjáluð og stóð á orginu og beiti hæluna á okkur þegar við vorum að glíma við það erfiða verkefni sem við unnum að en þessi bara, hún slær öll met. Ég kíkti aðeins á þetta í gær ákvað að skoða svona býtu hvernig hefur þetta gengið fyrir sig og í síðustu viku þá var verið að greiða atkvæði einhver örfamál 6 mál eða eitthvað svo leiðis. Nei, þetta voru bara, þú veist, öll málin voru samþykkt annarkot einróma eða með auknum meirihluta. Það tók 5 klukkutíma að greiða atkvæði þessi mál. Af því að þau þurftu öll að fara og lýsa af hverju þau voru svona mikið að samþykkja þetta og af hverju þau voru svona mikið sammála ríkisstjórninu og svo framvegis. Hver og einn þurfti að fara 2 sinnum til að segja það í hverju máli og þetta tekur lengri tíma heldur en að afgreiða fjárlög. Og þetta hefur bara aldrei gerst áður. Og síðan hafa þau náttúrulega tafið hvert einasta mál kemur inn í fyrstu umræðu og það bara tekið í gíslingu í marga klukkutíma og kemst ekki til nefndar. Þannig að þetta einstakt. Ég vona bara að núna séu starfsfólki hjá þingflokkunum að taka sama tölfræði þetta, af því þetta getur ekki verið annað en met hvernig þau haga sér. Smári bróðir minn, hann skrifaði, ég veit ekki hvað þessu góðu sér ríkisstjórn en stjórnarandstæðan alveg ómöguleg. Þú spurðir sko hvort við varum að fylgjast með þinginu. Sko, það eitt sem með þetta þing að það var svo rosalega endurnýjun. Það eru svo ofboðslega margir nýjir þingmenn og þessi kosningabarátta var svo stutt
og maður hefur séð svo lítið til þessa fólks að ég segi fyrir mig, mér finnst óþægilegt að þekka ekki þingmenn, en ég bara geri það ekki. Ég veit ekki hver frá hverjum eða hvað. Kannski dregur þá úr áhuga mínum á því að horfa á þingið að mig vantar mitt fólk þarna inn, mig vantar náttúruverndarmenn, mig vantar kvenfrelsi, mig vantar mér finnst þetta að vera, ég veit ekki hvað þessi slagur niður í þingi núna stendur. Ég skal taka ofan fyrir þessari ríkisstjórn ef hún kemur hækkun á veiðigjöldunum í gegn. En ég ansi hrædd að þurfi að það muni kosta eitthvað, sjá nú bara til með það. En það ekkert nýtt að það sé málþóf. Ég meina þegar við, eins og Oddný segir, þegar við vorum bara að tala og hvað stjórnarskráin? Þegar við vorum að tala stjórnarskrána hérna 2012, það var 41 klukkutími og síðan 36 í afgreiðslu. Já. Þannig að þetta í rauninni ekkert nýtt og mér finnst... Nei, en þú ert nú að tala mál sem starra en flest önnur, ef við talum breytingar á stjórnarskrá. Já, það fer bara eftir því hvernig málin bera að. Þetta eru þau stór og þetta spurning hvernig þau eru unnin og hvernig þau bera að. En það sem við erum að tala brjáluð stjórnarandstaða. Hún það, ég get alveg, en hún ekki skemmtileg. En ég held að það sé rétt sem Oddný að segja að allavega eins og ég man þetta það voru einstök mál sem voru tekin í gíslingu vegna þess að ég man til dæmis eftir bara breytingunum á vinnulöggjöfinni sem var mjög mikil, sem er 97 eitthvað svoleiðis, og var mjög mikil andstæð og alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin var á móti flestum þeim breytingum sem þar var verið að gera. Og þá var þetta mjög mikil umræða það mál, en þetta núna, það hvert einasta mál, það bara hvert einasta mál. Og ég veit ekki hvort að við séð, það var hann Dagur B. Eggertsson, hann hafði séð þetta, hann tók að þakka stjórnarandstöðunni fyrir skemmtilegar kvöldstundir, og þetta var alveg merkilega umræða því að þeir kæmur og þarna hver á fætur öðrum og sagði, já, ég nú sammála þessu frumvarpi. Svo kemur næsti og ég fer í andsvar, heyrðu, það ekki örugglega rétt skilið hjá mér að við séum sammála þessu frumvarpi? Þá kemur hinn, jú, það rétt skilið hjá þér. Og þetta, svona leikrit. Já, þetta bara leikrit. Svona, hann gerði þetta alveg stórkostlega skemmtilega. En það svo sem ekki nýtt að það komi upp svona togstreita rétt fyrir þinglok. Nei. Þegar að verið að reyna að pressa fram einhverjar afgreiðslur. Hvað á að afgreiða, hvað á að bíða. Þannig barist veiðigjöldin. Þetta veiðigjöldin. Þetta eru veiðigjöldin fyrst og fremst, já. Og kannski þarna þau munu ætla að koma því í gegn, og eins og ég segi, maður veit ekki hvað það kostar í öðrum málum eða lengri tíma, en ég meina, við Oddný sátum eitt þing fram í 22. ágúst 2009. Við vorum líka milli jól og nýjárs, en við vorum ekkert að kvarta. Þetta bara vinna sem þurfti að vinna. Já. Ég einhverja kvarta. Það var náttúrulega aðeins önnur verkefni líka, sem við vorum þau voru stór. Já, það var svolítið mikið sem ágekk. Já. En en það var ný ríkisstjórn með náttúrulega fangifull. Og það má segja það sama. Já, það er sama núna. En þau hljóta, ef að þau eru eitthvað að hugsa svona annað heldur en að stoppa þetta veiðigjaldafrumvarp, að þá eiga þau að nota veiðigjöldin, segja þið getið farið með þau í gegn og þessi frumvarp sem í kringu sjávarútveginn, en við ætlum að fá breytingar á þessu og hinu. Skiljiði, þau eiga náttúrulega að nýta þessa stöðu til þess. Ég veit ekkert hvort þau eru að gera það. Nei. Það endar auðvitað þannig, Það var nú fréttir að því reyndar að þingflokksformenn voru að funda ekki fyrir þessari viku bara heldur. Já, það er alltaf verið að reyna að semja. Einhver svona vinnubröð. En þetta, mér finnst þetta allt svona ánga því að sumir, þeir bara þola ekki að missa völdin. Þeir eiga þetta, eiga Ísland og hafa ráðið Íslandi
sko næstu í 100 ár með miðað við stofnun Sjálfstæðisflokksins 1929 og bara menn bara þola þetta ekki en þetta hafa sjálfstæðismenn alltaf gert í þau, reyndar í þau fáu skipti sem þeir hafa verið í stjórnarandstöðu og verið bara alveg frægir fyrir ribbaldahát. Skiliði lyklunum, sagði Bjarni Ben við Jónu Sigurðardóttir, skiliði lyklunum. Það svona Já, einmitt. En mér langar svolítið að taka undir með Álfheiði þegar hún segir að hún saknar sko þess að það ekki verið að tala umhverfismál og kvenfélagsmál og svo framvegis. Það sem með þessa ríkisstjórn og allt þingið að það pínu hægri slagsíða. Það vantar aðhaldi frá vinstri og þess vegna svo mikilvægt að vinstrimenn sem að standa fyrir utan þingið að þeir einhvern veginn nái í gegn fyrir utan húsið með sín hjartansmál og komið því áleiðis til ráðamanna. Sko, ég hef ekki séð það takast en það verður að vinna í því. Vinstra fólk verður að koma sínum málstað einhvern veginn á framfæri við þessar aðstæður. Þinn gamli flokkur í forsætisráðuneytinu. Er Samfylkingin ekki vinstri flokkur? Sko, Samfylkingin breiðfylking og þar og nær yfir Allir, já, ekki kannski alveg allt en svona eins og Framsóknarflokkurinn var nær kannski að miðjunni og aðstu vinstri ég viðurkenni það ég horfa á sjálfa mig sem vinstra megin í þeim flokki en það breytir því ekki það vantar svolítið upp á þessi að þau séu sett framalega á dagskrá þessi mál sem að Álfheiður var að telja hér upp áðan. Og það var náttúrulega líka í kosningabaráttunni að þeim var bara ýtt út af borðinu. Og það held ég að sé eina af skýringunum sem að á því að hvað þessir svokölluðu vinstri flokkar fóru illa út úr þeim kosningum. Að það var bara beinlínis lokað á umræðu eins og í opnum umræðu þáttum sérstaklega í sjónvarpinu. Sósíalistaflokkurinn mældist með 4 menn inni alveg fram að kosningum, nær svo engum og fyrstu könnun eftir kosningar, þá hann aftur komin á þann stað, þá mældist hann aftur með bara eitthvað sem gerist á kjördag sem að... Já, það sem gerðist líka fyrir utan þessa málefna fátækt og þessa rosalega stuttu baráttu sem að kannski fátækari hópar og flokkar eiga erfiðara með að fóta sig í, ég veit það ekki. En það sem gerðist var að það var þessi síbylja að atkvæði greidd þessum flokkum væru ónýtt, þau væru dauð og það alveg klárt að fólk vill ekki ráðstafa atkvæði sínu þannig að kasta því á glæja að annar borð ætlar að fara að kjörstað og það stór þáttur í þessu, ég alveg vissum að það gerðist bara. Ég held að þetta sé sko mikið til í þessu sem þú segir, sko ég bara heyrði það allstaðar í kringum mig, sko fólk var bara að kjósa á móti Sjálfstæðisflokknum, fyrst og fremst á móti Sjálfstæðisflokknum til að koma honum frá völdum og það auðvitað hafði þessi áhrif. En mér langar svo að taka upp þráðin sko að varandi bæði þetta með náttúruverndina og loftslagsvána og kvenfrelsið sko að núna einmitt bara þessa dagana þá dynja á okkur skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum. Það er búið að vera að halda ráðstefnu ástandið í höfunum og núna er fundur sko heilbrigðismálin og tengt við loftslagsbreytingar sko. Það er sko táknin er bara það sem er að gerast í heiminum. Það er svo hratt og alvarlegt. Ég sá frétt bara einhverju BBC eða eitthvað það var leiðangur á Suðurskautslandinu og það er bara farið að sko sigla nokkurn veginn upp að fastalandinu sem er þar undir. Það er sko bráðnunin hún er slík. Þetta er alveg sko, þetta er að gerast svo hratt. En svo er menn bara því miður að gera mjög lítið og þarna ég tengi yfir í kvenfrelsi sko að núna eins og hér á landi þá bara reynir svo mikið á félagasamtökin. Nú reynir á félagasamtökin að halda sko baráttunni gangandi og láta í sér heyra. Og ég vil minna á það að kvennasamtökin á síðasta ári fyrir kosningar afhentu flokkunum kröfugerð
og sem var nú sumir flokkandi tóku nú svolítið upp í meðlans vinstri græni, tóku svona upp í sína stefnu. Þarna var fyrst og fremst verið að beina sjónum ástandinu á vinnumarkaðnum og svo ofbeldi gegn konum og bara beina tillögur það hvað þyrfti að gera. Og síðan var nú haldin framboðsfundur líka með flokkunum og núna stendur yfir Kvennaár og það er meiningin að fylgja þessum kröfum eftir. Þannig að Kvennahreyfingin sko er að reyna að halda vöku sinni. En mér finnst nú minna heyrast frá náttúruverndar samtökum. Það er þetta, við erum í þessum bergmálshelli sjálf. Ég sé sko hvað náttúruverndarhreyfingin er að gera í gegnum það sem að ég er að opna og skoða á miðlunum, á samfélagsmiðlunum. Þannig að ég veit að þar er mikil gerjun bæði í landvernd og ég vil nú líka nefna ferðafélagið sem baráttu samtök í þeim efnum. En sko eiginlega náttúruvernd, hún er ekki, það er engin skilningur á henni í þessari blessari ríkisstjórn og það sem að fór nú alveg með það var þegar að umhverfisráðherrann sagði að það ætti að aðlaga lífríkið að náttúruhamförum og þetta lýsir svo miklum einhvern veginn skorti á skilningi og þekkingu ekki skilja þetta að ég datt út þetta þú aðlagar ekkert lífríkið að loftslags þú þarft að berjast gegn loftslagsvánni til þess að vernda lífríkið og fjölbreytnina í lífríkinu. Það sem maðurinn kemur hvergi er bara náttúra og dýr, það er engin röskuðar það er bara allt nýtt allt reynsa það er bara þannig Heyriðu, en við verðum aðeins að fara vestur til Bandaríkjanna og það sem Donald Trump er að gera núna það er hernum á eigin borgarar megum við ekki taka herinn aðeins heima líka Jú vegna þess að byrjum þetta er bara fréttir sem við erum að sjá sem eru alveg ískyggilegar og fólk er bara handtekið að byrja vegna hörundslítar það er ekkert verið að pæla neitt í því það er bara, þetta er sko bara fyrir stríð gegn eigin borgurum Sko það er allnokkrar vikur þegar ég sá frétt á CNN það að þá var búið að tali var að búið að vera að handtaka 350.000 pluss og það er ábyggilega mikið bæst við sko síðan þá og þetta einhvern veginn virkar eins og það sé bara verið að fara þarna hverfin og handtaka fólk og það eru bara búið að setja upp einhver sko hús eða detention centers sko sem að fólki er mokað inn og svo er það sendt sko til Panama og ekki El Salvador Guantanamo og El Salvador einhver af þessum ríkjum sko og svo á að reyna eitthvað að koma þeim áfram heim til sín og þetta getur verið fjölskyldu fólk og fólk er bara tekið það er engin furða að fólk rísi upp það var sáuð það frétti í ríkissjónvarpinu íslensk kona sem býr í Los Angeles og segja frá leigubílstjóra kona frá Mexíkó sko bara dauðhrædd stöður sína og ekkur bara með alla sína pappíra ef hún skildi nú vera tekin. Þetta er náttúrulega ógnar ástand. En sko hvað er svo stríð sko við demokrata? Það er bara völdin tekin af sko ríkisstjóranum og borgarstjóranum. Þeir eru ennþá virðist eða allavega eins og þetta horfir við okkur fáum ekki fréttir að það heyrir ekkert að þeir sé að gera nokkuð skapaðan hlut. Hann sagði nú ríkisstjórinn í Kaliforníu að núna værið að horfa upp á það sem að allir hefði óttast eftir að Trump tók við. Hann bara veður inn með, og hann er að sína völdin. Hann er með herinn á baku sig og ef að þið eru ekki bara róleg og góð og þá kem ég hérna með herinn og hann gerir það. Og svo skrumskælir hann myndina og segir sko Los Angeles hefði brunnið til ösku ef ég hefði ekki bjargað því. Þannig að þetta er ótrúleg staða en svo fannst mér ég heyra í fréttum í morgun að ríkisstjóri í Texas hefði kallað eftir þjóðarliðinu þannig að
sko... Já, þar eru republikanar. Já, þar eru republikanar. Já. Þetta er náttúrulega, þetta er svo rosalega skipt samfélag og ég, talandi um bergmálshelli, þá fylgist ég mjög vel með Bernie Sanders og það er engan bilbú á honum að finna, sko. Nei. En það er eini demokratin svona sem að mér finnst eitthvað, jú, Alexandra líka. Já. En það er ekki... Ég held þessi bara einhvern veginn alveg lamaðir bara eftir kosningar. Já. Og svo hann verið að afhjúpa sko, hvernig þeir voru að dylja það, hvernig ástandi var að kalla ánganum þarna um Biden. Bara samsæri sko, að blekkja fólk. Já. Þetta er náttúrulega alveg yfirgengilegt. En það sem er kannski, sko, það sem að mér finnst líka svo ókvæðanlegt og hættulegt, það er atlagan að háskólunum. Já, svo er það líka. Og að því að sko það er ræturnar, rót þess er að þurrka út menntastjettina í landinu. Já. Af því að hún hefur verið vond við Trump þegar hann var lítill eða eitthvað, gert honum eitthvað, ég veit það ekki. Eða óttast hana núna, þetta er ókvæðilegt ástand. Ég held að það sé minnumáttakend. Já, það getur verið, það er eitthvað hann öfundi svo þá sem eru menntaðir. En þegar hann er búin að höggva í alla þessar stofnanir, þá bara hrynur þetta lýðræði samfélag, sko. Já, sko, er það ekki það sem hann vill? Ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni að Trump viti vel hvað hann er að gera. Ég meina, hann gengur algjörlega hreindi verks þegar hann kemur núna aftur inn í Hvíta húsið. Hann var ekki svona effektífur þegar hann var hér á fyrra kjörtímabilinu, en það er bara daginn eftir að hann er komin inn í Hvíta húsið. Þá er hann bara með allt á hreinu, muniði eftir þegar hann var að skrifa undir tilskipanina og svo ég meina það er kannski virka ekki og þær eru sendað tilbaka af einhverju dómstólum, en svo enda þeir í Hæstarétti og hann stjórnar honum. En eiga ekki vera kosningar til þings á næsta ári? Jú. En það eru sumir sem halda að það verði bara ekki, af því að Trump verið búin að lýsa einhverju neyðarástandi og það sé ekki tími til að fara í kosningar. Það kann vel að vera. Ef við sjáum til. Það kæmi ekki óvart, sko. Þannig er reynd. Já, það er bara virki, já. Og núna sé upptaktur af því, sko. Það er náttúrulega alltaf þannig að ef svona stjórnendur sko hafa herinn og lögregluna með sér, sko, ef þeir hlýða, og það er spurningi, sko, hversu langt herinn lætur teima sig. Það er bara... Að vísu, sko, má segja, það er alltaf þjóðvarliðið þannig, ég veit nú ekki hvernig þetta er byggt upp, hverjir stjórna því, sko. Það er ekki það er allríkir. Já, en er það hluti á hernum, sko? Ég þekki það ekki, sko. Þetta skiptir máli hverjir hlýða, sko, hverjir... En Trump hefur ekkert ráðist gegn hernum eða neinum stofnunum í kringum hann. Jú, það er búið að skipta út hersöðingum og þeir hafa sagt af sér og... Já. Maður bara heyrir það svo mikið að skjæðna, maður getur ekki fylgst með. Var hann ekki halda ræði í gær, einhverju afmæli hjá hernum? Var hann? Já, þar sem hann talaði, eitt í mestum tíma ég talaði um Los Angeles og hermennirnir púuðu á demokrata og Biden og eitthvað svona. Hann er með allan eina kló á Íslandi. Það er hérna herseta á Íslandi. Já, það er og ef eitthvað er að þá virðist manni sko það sé vilji hjá stjórnvöldum og til þess að herða þau tök sem að ég vil kalla að NATO og Bandaríkinu auðvitað hafa á Íslandi. Ég er ekki að segja að við fáum ekkert þar á móti en mér finnst þessi hernaðarhyggja sem að sko Þorgerður Katrín er hérna mjög öflug, skelegg, hún sýndi það strax og hún kom inn í ráðuneytið að hún er sú sem að hefur reynsluna og þekkinguna á stjórnkerfinu, gerði það með hérna glæsi brag og bravúr, en hún hefur einhvern veginn, finnst mér, þrátt fyrir allt hennar góða tal Gaza, þá hefur hún svogast inn í þessa hernaðarhyggju sem að tröllríður Evrópu. Og það er verið að taka í rauninni fjármuni frá baráttunni gegn loftslagsvá,
frá öllu sem að er samfélagsleg uppbygging í þessum ríkjum, þróunaraðstoð og öllu, til þess að auka heraflan og kaupa meiri vopn og svo framvegis. Það er talað að mesta aukningin sé í Þýskalandi, en það er líka vegna þess að Þýskaland var búið að draga svo mikið saman og búin að draga alveg niður. Það var ekki þessi áhersla á hernaðar uppbyggingu í Evrópu. En verðum við ekki að vera með, sko, sem við erum í NATO og verðum við ekki að vera með? Við þurfum ekki að vera neitt flaggskip í öðru heldur en friði. Við eigum að okkar flaggskip á að vera friður og við höfum þá sérstöðu að vera hér herlaus þjóð og við eigum að geta nýtt þá stöðu, finnst mér. Ég sé ekki að við þurfum að vera klappstýrur fyrir hernaðar uppbyggingu í Evrópu og ég sé ekki hvar á að taka, ég hef ekki séð hvar á að taka þessar 70 milljarða króna sem eiga að fara í það að beygja sig undir það að 3,5% af verkri þjóðarframleiðslu fari í það sem að heitir uppbygging sem að tengist með einhverjum hætti hernum. Það hefur hvergi komið fram hvar á að taka þá peninga. Það verður ekki gert, sko. Nei, það er bara þannig. Ég sé svolítið sammála þegar. Það er bara þannig, en ég bara vil taka undir það að við eigum að nýta okkar sérstöðu sem herlaus þjóð til þess að tala fyrir friði. Og við eigum, sko, ég horfi svolítið til Noregs núna. Mér finnst þau hafa staðið sér best af norrænu ríkjunum í því að tala fyrir friði, beita friðsamlegu lausnum, fá fólk til að fara eftir þjóðarrétti og alþjóðalögum og samþykktum Sameinuðu þjóðanna. Við höfum svolítið kannski aðeins svona verið að kroppa í þetta en við eigum að gera miklu betur og reyndar allar norrænu þjóðarnar eiga að gera miklu betur í þessum efnum. Við eigum að ganga fram og að því við höfum svona orðspor sem að við eigum að nýta okkur í þessum efnum og sannarlega við sem herlaus þjóð eigum að tala fyrir friði og blása það þegar fólk segir já, til þess að halda friðin þá verðum við að safna vopnum. Það er bara ekki þannig, sko. Nei, sem farið út af brautinni, svolítið. Við erum á þeirri leið, já. Við erum að fara út af þessu. Við höfum svolítið verið svona, kannski haldum við sleftum við svolítið, finnst mér, af fréttum. En við þurfum að gera miklu betur. Og pólitíkin á ekki vera feimin við að tala um frið. Það er svo þegar við vorum að reyna að gera það á síðasta kjörtímabili, nokkur í þinginu, þá var svona þáverandi utanríkisráðherra sem meira talaði um þetta svona barnalegt hjal. Það er barnalegt að tala um frið, en það er svolítið fullorðslegt að tala um vopn. Og þetta er bara hugsun sem við verðum að ýta út á borðinu. Sú stefna er algjörlega ráðandi, sko, að það sé bara hernaðarveldið og hernaðarmátturinn sem skipti öllu máli og þarna á bakvið, sko, eru náttúrulega bara alveg gríðarlegir efnahagslegir hagsmunir. Þetta er alveg rosaleg framleiðsla og mjög víða. Bandaríkin er náttúrulega fremst í flokki og þetta er Rússland og svo eru bara Ísrael og Þjóðverjar og Svíar. Já, og þannig að þetta eru mjög miklir efnahagslegir hagsmunir og þið sjáu það hvernig Bandaríkjamenn, sko, er búin að vera að hamra á því frá því að Trump tók við, sko, Evrópa verði að auka sitt framlag. Hvað þýðir það? Kaupa vopn, kaupa meiri vopn. Þannig að umræðan er öll á þennan veg og aðrar raddir þær bara heyrast ekki. En við getum svo sannarlega beitt okkur bæði, sko, á vettfangi náttúrulega NATO og ekki síst og Sameinuðu þjóðanna og það sem er náttúrulega svo grátlegt er að horfa upp á máttleysi Sameinuðu þjóðanna. Þetta er náttúrulega algjörlega bara, já, svo máttlaust fyrirbæri, sko. Það er Hefur ekki bara verið kippt úr sambandi, er ekki mátturinn bara vegna gagnrýni annars stað frá sem að... Og náttúrulega, sko, fyrsta lagi neitunarvaldið í öryggisráðinu sem náttúrulega stoppar hvert einasta mál og síðan núna, sko, þessi niðurskurður, sko, Bandaríkjamenn eru og hafa verið mjög stór aðili
sem að leggur peninga til Sameinuðu þjóðanna og þeirra niðurskurður að hafa bara mjög alvarlegar afleiðingar. Það er verið að segja fólki, það er verið að loka alls konar starfsemi og svo hvernig þeir hafa beitt sér þarna gegn flóttamanna aðstoðinni við Palestínu og takið það við Palestínu. Og ég sá þarna blaðamannafund UNRWA að sem þeir voru, ef ég hefði nú þessa tölu að meiri hlutin af þeim sem að þeir eru aðstoða eru utan, það er ekki á Gaza. Það er í Líbanon, það er í Jórdaníu, það er í Sýrlandi og það er á Vesturbakkanum, milljónir manna sem að byggja á aðstoð frá þessari stofnun. En svo bara eiginlega búið að banna hana og loka á hana. Það búið að meina henni að starfa. Þannig að þetta og auðmíkja skapurinn gagnvart Ísrael er náttúrulega svo yfirgengilegur að það er bara... Og allt er þetta náttúrulega alltaf vera vísa til Rússa og Rússar eru náttúrulega því miður mjög aggressífir og þeir náttúrulega byggja alla sína valdastöðu á því að það sé óvinir allt í kring og umræðan hvað getur komið til til þess að reyna að brjóta þetta. Sameinuðu þjóðirnar ætti að gera það. En það er bara ekki mátur þess. Nú hort svolítið mikið til Evrópu og Evrópusambandsins og við vitum alveg að þar inni eru mjög harðir stuðningsmenn Ísraels, það sem eru Þjóðverjar og Bretar að einhverju leyti líka, það samt að linast en það sem að mér svíður að í þessu hernaðarbrölti öllu saman og með inngöngu Svía og Finna í NATO og sem afleiðing af stríðinu í Úkraínu þá hefur eins og þetta norræna samband, þessi norræna sérstaða, þessi norðurlanda hópur, hann hefur svona einhvern veginn vikið til hliðar. Og hann er ekki lengur í fókus, ekki hjá okkur og í reyndar hvergi held ég lengur. Nú er stutt eftir og mig langar að í ljósi alls sem við höfum gert hérna á bara allra síðust árum, að það eru konur allstaðar. Það er alveg sama hvert er litið. Er það? Nei, er það ekki hérna? Er ekki bara sigurinn unnin og getur ekki bara að fara að slappa af? Er ekki bara lummu og tala kvennabaráttu? Þeir eru búin að með öll æðstu embætti í þjóðarinnar. Má ég minna þig á ofbeldismálin? Já. Má ég minna þig á launamisréttið? Það er nýbúið að birta tölur frá Hagstofunni launamálin í landinu. Og það er bara launamisrétti kynjanna blasir þar við. Þannig að það er nú ekki aldeilis. Við höfum nóg að gera og við munum ekki að láta okkar eftir liggja í því og eins og Kristín nefndi hérna á klaustur dónana. Já, þeir eru bara þeir eru inn í stofu hjá manni á hverju kvöldi í gegnum þetta sjónvarp. Þeir eru allir ná kjöri aftur nema hérna Ólafur Ísleifsson sem sagði ekki neitt svo sem. Já, nei. Og Gunnar Bragi, hann náði. Já, og þetta speklar viðhorf að fólki er greinilega alveg nákvæmlega sama þó að þessi menn hafi látið út úr sér því líkan dónaskap og ruttaskap En við vorum Kristín nefndi að þetta er kvenna ár, það eru 50 ár síðan að kvenna fríð og kvenna verkfallið, hvað sem við kalla þetta var 24. október 75 og það sem að sú barátta og það sem að kom í kjölfarið af því, bæði rauðsokkurnar á undan og síðan kjör Vigdísar og allt það að það sem að og ég vil nú nefna kvennaathvarfið af því að það var mitt verkefni þarna tíma að þetta byggðist á þverpólitískri samstöðu kvenna. Konur úr öllum áttum og kimum samfélagsins tóku sig saman hlutina. Og ég vona svo sannarlega að þetta ár verði þannig og að það sem verður gert núna í tilefni af þessu verði með því móti og það verði ekki bara einblínt á stóru verkalýðsfélögin, heldur verði farið ofan í
bara verkalýsfélagana, konur sem að eru í verkalýsfélögum en þá, því þau eru nokkur, minna á kennara, leikskólakennara, að og svo líka þá hópa sem við nefndum hérna á það, nú eru utan þings, þau eru ekki bara með fulltrúa þingflokka, þannig að það er nóg að gera fyrir okkur. Já, og ég bara vil taka undir það, að það er auðvitað mjög mikilvægt að konur nái þessum mikilvægu stöðum, að þær séu í þeirri stöðu að geta sett mál á dagskrá. Og hér hefur nefnt kynbundið ofbeldi og það er þessi miklu launamunur og nú þurfum við konurnar sem erum ekki í þessum stöðum að styðja þær sem eru þar til þess að taka á þessum málum. Því að það að hafa konu í þessum mikilvægu embættum gerir það verkum að það er geta sett málin á dagskrá, síðan verður við náttúrulega að aðstóða og íta á og styðja við sem stöndum fyrir utan. Ég held að Ögmundur hafi sagt þegar hann hætti á þingi, að það væri hættur á þingi en alls ekki í stjórnmálum og hann er rekur skoldi pólitíska baráttu, svona einn og sér. Já, Ögmundur.is. Til fyrirmyndar, alveg. Má ég nefna eitt í þessu sambandi? Það er svolítið athyglisvert áhrifin af þessum heimildamynda þáttum Vigdísi sem að voru sýndir hér í vetur. Við náttúrulega sem að upplifðum það að fá að kjósa konu sem forseta í þessu lýðræðisríki sem það var, að við gleymum því ekki. En bara yngra fólk sem að man ekki eftir þessu og finnst þetta alveg sjálfsagt að samfélagi sé svona, að konur sé eins og þú segir á þessum valdastólum sem að við sjáum, forsætisráðherra og borgarstjóri og allt það, að það áttaði sig ekki á því hvernig þetta var áður. Þessi myndaflokkur, hann hefur vakið, veit ég, miklar umræður á heimilum akkurat það. Var þetta virkilega svona? Ég hef sagt þess að sögu áður hérna, ég ætla að gera samt, þegar Hringbraut var vestar á Eiðistorgi, þá var ég að vinna þar og svona hádegi og fólk mikið í eldhúsinu bara fór sér að borða. Ég geng fram á fram í alrýmið á Eiðistorgi, þar stendur frú Vigdís og ég geng til hennar og helsinni og kynni mig þá svo Sigur, hún hendur í Vigdís en ég segi, mér er bara kent þetta, ég var á að kynna sig, já mikið rétt, en svo segir hennar, heyrðu, viltu gera mig til greiða? Þá segir hún, já, hvað er það? Komdu með mér aðeins hérna inn og hún kemur með mér inn á Hringbraut og ég opna inn í eldhús og segi, það er komið gestur til okkar. Ég svaraði ungu konunnar hana, það var bara eins og ég hefði séð Paul McCartney. Alveg það þetta var súperstjarnir þeirra augum, algjörlega, og svo var hún náttúrulega eins og hún er, svo elskuleg og ræðinn og allt, alveg frábært og ég hef gert þessum ungu konum alveg ótrúlega mikið greiða með að fá Vigdísi til að fenga berjan augum, En ég var að hugsa að því að 18. júní þá verður Paul McCartney 83 ára. Ég ætlaði ekki að tala það, heldur, en hann er sem sagt þessum árum eldri, hann er fættur 42, hann er 2 árum eldri heldur en lýðveldi Ísland. Og það verið 7 forsetar hjá okkur og 4 þeirra eru á lífi. Þetta hlýtur að vera svo einstakt við sem með 4 forseta af 7 á lífi. Þakk sé öllu bara að viti sé svona brött og skemmtileg. En svona, ég vil bara minna á það að þessi árangur sem við sjáum hérna, þetta er auðvitað afrakstur langrar og mikillar baráttu og það þurfti að grípa til aðgerða og bara eins og það sem að við vorum nú blaðamenn á Þjóðviljanum við Álfheiður þegar Vigdís var kjörin og mér bara þá minnist að umræðan allt bullið sem að kom upp úr fólki og kom nú fram í þessum þáttum og síðan í kjölfari kom náttúrulega kvennaframboð og kvennalisti þannig að þú veist að það hefur það eru aðgerðir kvenna sem að hafa ítt málunum, kvenna atkvæði stígamót, hugsa ykkur allt starfið. Það var það svar ykkur með að konur í góðum sætum á öðru framboð. Þetta óbein áhrif þannig. En það sem ég langar líka til að segja, er að það sem er náttúrulega gerast núna, að það er að koma upp
andóf sko gegn þessar kettlingar allstaðar og það eru hlaðvörp og hérna og þessi inselhreyfing og ótrúleg umræða sko sem að á sér stað sko. Já, ég var eina dóttur og 4 afastelpur sko, þannig að ég alveg með ykkur í liði sko. Já sko, ég meina þessar yngri kynslóðir sko, þær eru nefnilega líka að gera það gott. Og hérna og eiga eftir að setja mark sitt á þetta samfélag, þessar ungu konur. Ég hérna sá brot úr viðtali við 3 ungar konur sem að voru að dúksa í Ármúlaskólanum. Ein frá Vietnam og 2 frá Sýrlandi. Og það er alltaf í heilsuverkfræði, tölvunafræði og lögfræði. Í HR núna í haust og þetta eru topp námsmenn þessar konur eiga eftir að setja mark sitt á þetta samfélag. En við þurfum samt að hafa áhyggjur af því hvernig margir ungir menn tala og hvaða hljómgrunn sá talsmáti hefur. Þannig að það þarf aðeins að hlusta á það sko. og tala við þá held ég og finna út úr því hvernig þetta ná til þeirra. Herðið, nú við erum bara, það eru konar frímínútur. Álfur, Oddný og Kristín, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.